Við ætlum að tala ljóskóða. Já. Hvað eru ljóskóðar? Já. Þegar stórt er spurt. Sko það náttúrulega til ógrynni af alls konar ljóskóðum og við fundum það út, ég fann það út þegar ég byrjaði að miðla og teikna þessa kóða, þá fór ég að skoða hvað annað fólk er búið að vera að gera og það er alveg ótal margt til þarna úti, bæði ljóskóðum og ljóstungumálum og þá fór ég svona að velta fyrir mér, þá kom sjálfsefinn bara jafnveg okkur þetta verka merkilega með það sem maður er að gera og svona. Þannig að við bara leituðum upplýsingar hjá Metatron, það er bara hvað af hverju við ættum að vera að gera þetta og fengu þau svör að það er svo mikil þörf í heiminum núna og við erum öll svo ólík og það er ólík orka sem að höfðar til hvers og eins, þannig að við þurfum allar þessar tegundir ljóskóða og allar þessar tegundir vinnu sem er verið að byggja á ljóskóðum og ljóstungumálum til þess að hjálpa okkur áfram. Akkurat. Og þannig að þá bara ok, ég held það bara áfram og við komst að því að þeir ljóskóðar sem ég hafi verið að miðla voru í rauninni þrenns konar. Það voru þessir tendrunarkóðar eða vígslukóðar sem við erum að nota í námskeiðin okkar, þín persónulega umbreyting. Og svo voru það svona kóðar sem höfðu önnur svona sértæk hlutverk sem að við erum nú ekki búin að fá útskýringa á öllum kóðunum sem ég hef teiknað. En þeir sem við erum búin að fá útskýringu á, þeir miða allir að því að hjálpa til við að brjóta niður og leysa upp og byggja svo aftur upp svona þessi stóru kerfi sem við erum svolítið föst í, eins og stjórnmálakerfi, heilbrigðiskerfi, trúarkerfi og menntakerfi. Já, við höfum náttúrulega byggt okkur upp í gegnum tíðina sem samfélag ákveðin kerfi sem við treystum á. En við sjáum að þessi kerfi sem við höfum byggt upp, þau þjóna ekki öllum. Þau þjóna ekki þeim einstaklingum sem eru að alast upp í dag. Já. Við höfum að sjá einstaklinga að koma á allt annar í tíðni heldur en var og þegar við vorum öll svona mun líkari fyrir einhverjum 100, 200, 300 og náttúrulega bara búin að fara ekki 100 ára, 1000 ára. Þar sem við höfum náttúrulega þróast hratt. En eðlilega þá koma sálir á annarri tíðni til okkar á jörðina núna og þessi kerfi þjóna þeim ekkert og hafa líklega aldrei þjónað öllum. En það er bara orðið meira áberandi í dag, þannig að eitthvað þarf að breytast í þessum kerfum og við höfum verið áhugavert að skoða akkurat þessa ljóskóða. En svo eru náttúrulega ljóskóðar allstaðar. Svo eru persónulega ljóskóðarnir. Svo eru persónulega ljóskóðarnir. Það er þessi þriðja típa ljóskóðum sem að ég er að miðla og þeir eru í rauninni, þinn persónulegi ljóskóði er þitt tengivirki, getur við sagt, eða þín merkapa sem er svona ljósfarartæki og það er enginn sem á eins persónulega ljóskóð. Og þessi ljóskóðar innihalda svona tengipunkta sem að eru til þess að tengja okkur við ólík orku og ljósnet bæði á jörðinni og alls staðar í kringu jörðina, frá öðrum plánetum og orkusviðum. Við áttum okkur kannski ekki á hversu magnað og fjölþætt vítt í rauninni, fjölvítt kerfi er í gangi þarna úti. Og ég er sem að heilin á mann er bara ekkert nógu stór til þess að ná utan það. Nei. Þannig að þetta er eitthvað sem byggist heldur ekkert endilega á því að vita það í heilanum, heldur meira á skynjuninni og þess vegna eru ljóskóðarnir þannig að þú þarft meira að skynja, þú þarft að finna þá, að leyfa, þetta er orka. Já, og þessi tengipunktar í ljóskóðanum eru ólíkir að því leyti að sumum tengipunktum getur tengst bara meðvitaði gegnum hugleiðslu eða með því að fókusa á þá, en öðrum þú getur tengst og virkja þá þannig að samband komist á. En svo aðrir tengipunktar, þá þarf einhvers konar virkjun, en það þarf eitthvað að vera gert til þess að þeir tengist. Og það dæmi slíka kóða eru til dæmis, eða slíka punkta eru sem að tengjast þessum virkjunarkóðum sem við förum í gegnum á námskeiðin okkar, þín persónulega umbreyting.
Þannig að, já, punktarnir eru margskonar og það er mjög áhugavert að kynnast persónulega kóðan sínum. Hann kemur með, já, hann hefur reynst sumir svolítið erfiður. Það er vegna þess að við erum svo upptekin af því að vilja skilja og túlka, en hann er ekki til þess. Það er áskorun fyrir mörg okkar að sleppa rökhugsuninni og að skilja og vilja fá miðlun með hvað er að gerast. En við þurfum svolítið að finna þetta sjálf. Við þurfum að finna kóðan okkar innra með okkur og út fyrir okkur, því að við erum náttúrulega ekki bara efnislíkami, við erum orkulíkamar og kóðin nær yfir allt okkar orkusvið. Og það er svo mikilvægt í þessari vinnu að leyfa sér að finna og leyfa okkur að skynja og nota meira heldur en bara þessi augljósu skynfæri okkar sem við erum að nota svona í daglega lífinu. Og það reynist mörgum áskorun. Kannski eðlilega, en við þurfum að fara meira þangað því að til þess akkurat að geta tengt inn á netin, að þá þurfum við að geta fundið tenginguna. Við getum ekkert séð hana með augunum og það er ekkert sama ef að þú segir mér hver tengingin mín er. Ég þarf að finna mína tengingu sjálf. Já, og ég get alltaf sagt í mín reynsla, mínum persónulega ljóskoða er að þetta er bara magnað verkfæri. Og ég er einmitt svona rökhugsunar kona og ég þurfti alveg að yfirstíga einmitt þetta að reyna að skilja hvað hann var og bara ok, þessi punktur fyrir þetta, ok, maður þarf ekkert að vita það. En einmitt bara upplifa hann og líka finna hvernig kraftur hans jókst og leið hvernig öll skynjun mín jókst eftir því sem að ég kynntist honum betur og eftir því sem að þessi vígslukóðar voru virkjaðir inn í námskeiðinu. Að þá einhvern veginn, það er ekki hægt að lýsa með orðum. Ég held að sé ekki hægt að lýsa beint með orðum þeirri breytingu sem við hefum farið í gegnum á þessum 2 árum sem við erum búin að vinna með þetta. Því að það er allt annað. Já. Það er allt önnur orka, það er allt önnur tenging, það er allt önnur skynjun. Já. Og ég held að kannski aðal breytingin sem að ég sé svona fyrir utan einmitt meiri skynjun og svoleiðis er að maður er í mun meira jafnvægi í lífinu og hluti sem að áður hefði kannski slegið mig flata og sent mig í dramarússibanan sem ég átti stundum mjög erfitt með því að ég gæti verið í honum alveg heilu dagana og stundum vikum saman að velta endalaust fyrir mér einhverju atviki eða hlutum eða svona ADHD-konum sem hjálpar ekki heldur að svona fá þráhyggju hluti að í slíkum aðstæðum núna að þá á ég miklu auðveldara með að skoða þær utanfrá. Ég meina auðvitað hafa hlutir ennþá áhrif á mig en ég bregst allt öðruvísi við. Já. Og þetta leggur ekki geðheilsuna mína í rúst í hvert skipti sem eitthvað gerist. Og við erum alltaf búin að fara í gegnum það miklu sjálfskoðun og vinnu með okkar svona fyrra líf í rauninni. Því að við erum bara búin að stíga svolítið inn í okkar nýja líf hér. Að fara í gegnum alla þessa hluti og hafa skilningin á því af hverju við erum svona, af hverju við bregðum svona við og hvernig við ætlum síðan að halda áfram. Við vitum okkar tilgang, við vitum hvað við erum að gera og finna bara þessa sátt í hjartan á hverjum degi. Við vitum að við erum að fara þangað sem við viljum, þangað sem okkur langar, það sem að kveikir í okkur, það sem er spennandi og skemmtilegt. Og það breytir töluvert miklu í lífinu að vera að fara akkurat þangað sem okkur langar. Mér finnst ég líka skynja betur ef ég er að vanrækja eitthvað sem liggur hjarta mínu nær. Ef það er eitthvað sem ég brenn fyrir sem ég er ekki að ná að gera, að þá finn ég það mjög sterkt hvar ég þarf að bæta inn í tíma. Algjörlega. Þetta er svona, þetta er pínusparkirasinn. Þetta er það algjörlega. En rosalega gott. Svo vont gott. En gott eftir. Já. En líka bara þetta að vita við höfum þennan tilgang, við höfum eitthvað að stefna sem er ekkert endilega bara eitthvað eitt þarna langt í fjarlæðinni. Heldur bara það á hverjum degi að vera að gera hluti sem okkur langar til að gera til að færa okkur áfram. Því að við vitum ekkert endilega hvað við ætlum að vera þegar við erum stórar. En við erum að gera akkurat það sem eigum að gera núna. Það skiptir máli. Og við þetta hafa ljóskoðarnir hjálpað okkur. Heldur betur.
Það er hægt að panta svona persónulega ljóskort hjá okkur. Já. Það er í gegnum síðun okkar fyrir þá sem hafa áhuga. Já. Þetta er ljóskóðin minn, dásamlega fallegur og með alveg óbáslega ólíka tengipunkta og ólíkur þínum kóða. Mjög ólíkur. Þeir eru nefnilega allir ólíkir af því við erum svo óbáslega ólík. Já, og svo er þetta hérna minn. Allt er í litir í honum. Og hérna við erum þetta báðar með tunglið svolítið sterkt í okkar kóðum. En mjög ólíki kóðar. Og ég held að ég man ekki hvað ég er búin að teikna marga persónulega kóðum, alls ekki 30, 40, eitthvað svoleiðis. Og þeir eru allir alveg óbúslega ólíkir. Óbáslega ólík orka, en það eru við bara svo ólík. Já. Og eigum að fá að njóta þess. Heldur betur.